Mötley Crüe eru komnir á fóninn og FM 95 Blö hefur hafið göngu sína þennan, 11. mars. Auðun Blöndal heiti ég og sitt hér við takkana, en beint á mótinu sitja tveir snillingar. Þeir eru ólíkir en sem betur fyrir báðir hrikalega skemmtilegir. Byrja á öðru þeirra, hann er svona aðeins mýgri og bara mýgri. Hvernig hefur það Steindi Junior? Ég er nú allur að massast upp. Það er þetta rétt þér. En ég er fyllandi fínn og fróndi góður. Já, spurður ekki hvernig ég hefði það? Ég er bara að spurður hvernig það hefði það. Já, ég er bara mjög nettur. Vikan búin að vera góði. Ríkalega fín vika og gott að vera komin hérna í FM-klefan og hvað er þetta Egill? Ertu að prófa veipið? Nei, bara, hvað? Leifðu mér að sjá þetta. Steindi málið er fólk sem að byrja að veipa, Steindi. Og fyrir fólk sem veit ekki hvað er að veipa, það eru svona rafrettur, algjör viðbjóður. Að Steindi, fólk byrjar á þessu til að hætta reykja. Þetta er ógeðslegt. En þú ert ekki í þessu til að hætta reykja. Þú ert í þessu bara með reykingunni. Nei, það sem er bara svolítið merkildi það. Af hverju þetta fáður þetta? Ég er bara að prófa þetta. Það sem er merkildi það, Auðun Blöndal, og kemur hún það, að ég til dæmis að reyna að taka mig á og reyna að hætta reykja. Og það gengur bara það vel. Hrikalega illa. Nei, það gengur það vel að ég er ekki einu svona með, ég er ekki búin að kaupa sígarettur í dag. Ég er bara með, veipurinn minn. Ég kefti pakkan það í gær eða fyrir þetta, er hann búinn eða? Já, hann er búinn. Já, ok, ákvæmt búinn að minka þetta. Já, ég byrjaði nú bara í gær. En þetta er einhver styrðu útgáfa, þetta er ný útgáfa af einhver rafsíkartu. Já. Hvað, þetta er einhver glænýtt og þetta er þungt, þetta er svo kíl, hvað er þetta? Ég er búinn að vera fastagestur hérna í rafrættubúðinni. Þetta er, ég er bara, strákar, eins og ég segi, ég er búinn að vera hérna að vinna á þessu. Þetta er aðeinslegt, ég er þetta með köku og vanilu. Það mun koma í ljós einn daginn. Það sem ég líka hræðist með þetta, er búið að rannsaka þetta nóstinn. Það skiptir einhver máli. Þetta er allt, auðvitað það. Glætan þetta sé eitthvað holt og sett með einhverja rafrusl sem er að dæla reykið. Ég kaupi ekki þetta sé holt. Auðvitað er þetta ekki eitthvað holt. Þú talar alltaf þannig. Já, það var nú alveg steinu hversu óholt nikotín er. En máli er að þetta er miklu skárra en sígarettur. Og ég er að hætta reykja og mér finnst að þið að taka því fagna. Ég er mjög ánægður. Ég myndi fagna því, málið er, ég held að þú fattir ekki bara hvað sem ekkert viðbjóð reykingar eru. Ég myndi fagna þér rosalega að þú værir actually að reyna að hætta. Nú er ég ekki að því. Er þetta vökvi bara með nikotíni? Já. En málið er, nú var reykingar alltaf the number one killer hérna í Bandaríkjunum. Offit er búin að taka við. Er það málið? Og núna ert þú offitissjúklingur og þú reykir. Þannig að þú ert þarna í efstu 2 sætum. Af hverju byrðið ekki í Bandaríkjunum, Steindi? Já. Við Íslendingar vilja halda þér á lífi. Ég held að tala yfir hönd allir Íslendingar. Þið segja Steinþór Hróar Steinþórsson, þú átti lifa sem lengst hérna. Já, takk fyrir það. Ég vona að ég lifi nokkuð áfram. En ég er svona að vinna í þessu. Ég er til dæmis búin að missa 6 kíló og er hættur að reykja. Þannig að ég er á góðri leið. En Egill, hvernig ert þú? Fyrir utan þess að réttu sem varst að prófa hana. Þetta er viðbjóður, en ég var samt fyrir utan það, ég hef aldrei verið betri. Það er gott að heyra. Vikan góð? Já, góð vika. Lífið bara leiku eitthvað, því ég finn það er bjart núna. Það var snjókomi í morgun. Já, ég veit það, ég fór ekki fram þér, ég er bara fjalli. Ég er ekki það að þið hafa spurt, en ég er mjög góður fyrir utan eitt. Þið ákveðuð, komið þetta saman í morgun, dróðum mig á fund og sögðuð mér að þið vilduð ekki hafa sturlaða staðreyndir lengur í þættinum. Nei. Og við erum með reglu hér í FM 95 Blö sem heitir 2 á móti 1. Og þannig ég verð bara að hætta, en ég fekk stuðning á Twitter, Við orðum þetta samt pent, við fórum vel að þér, ég veit að þið ekki vænt hennan. Nei, mér finnst ekki orðað þetta neitt rosalega pent. Ég myndi ekki vera leiðilega Blöð, en sturlaða staðreyndir eru orðna þreyttar. Það er bara þannig. Rosalega fórstu fallega í það. Já, ég leið og Egill kom inn á þetta, þá svona fór ég að hugsa á, já, ég er sammála, sturlaðir eru orðnar helvítið þreyttar. Eini dagskrárliðin sem búin að vera öll árin, Ég veit, þú búin að koma með alla sturluðu staðreyndir í heiminn. Nei, það kom alltaf nýjar. Það er alveg ég hef enga trú á því. En það er hrósað verða, hvernig þú ferði að finna nýjar í einhverjum einasta þætti. Varstu ekki líka bara farin að búa þetta til? Nei, en það sem ég viðurkenni og hef oft sagt þér áður í þættinu, þegar ég var að byrja með FM 95 Blö, þá tók mig 2 mínútur að henda í 10 sturlaða staðreyndir. Núna er ég búin að vera með þetta svo lengi og svo marga sem er búin að vera. Það tekur mig alveg góða 40 mínútur í dag. Þannig að þetta spara mig tíma, ég viðurkenni það. Já, þetta gerir það. Þetta er bara góðverk hjá okkur félögunum. Þó að sturlaða staðreyndir séu ekki í dag, kæru hlustendur, og þá erum við með geggjaðan þátt. Það er
þættirnir eru mistéttir hjá okkur, enda búin að vera í nokkur ár. Ég lofa góðan þætti í dag. Ok, 100%. Já, við erum með stórkostlegt símtal þar sem að Steindi Junior hringir sér veikan hjá N1 og þetta held ég eitt besta hringja sér veikan símtalið sem við tekið. Já, það? Ég veit ekki, ég ekki búin að grenja á hlátri. Ok, ég mjög spenntur hérna, en það gekk hálf brösulega, sko. Já, og það var æðislegt, við ætlum líka að hringja í pappan Steinda Senior sem að sló í gegn í Ísland Got Talent síðasta sunnudag. Já, en ég veit setti tungun upp á nef og gerði allt vitlaust. Já, ég ætla samt að... En þú ekki með svona langa tungu? Nei, reyndar ekki, en ég ætla bara að fá að vera hreinskilinn með það. Ég ekkert viss hvort að þessi sniðugt að vera að hleypa gamla manninum í lofti. Já, ekki spurning, hann orðinn stærri stjarn en þú eftir talentið og ég ætla að spurja hann líka bara, hann þessi Kardashian aðdáandi sem þú ert alltaf að segja hann sé? Það nefnilega sorglega við allt saman, hann það. Já, ég laka til að tala við hann. Það er sorglegt, þetta er frábær fjölskylda og þetta er frábært sjónvarpsefni og þetta er gott TV. Já, ef þú ert 16 ára stelpa kannski. Nei, ég er 60, ég er 39 ára gamall sterahaus. Erst þú líka að fylgjast með þessu rugli? Já, ég er að róta þessa dagana, Svo er spurningakefni, Gilsarans, við erum með Gifta sofa hjá Drepa, við erum með Kortmyndur frekar, þú ætlar að taka augljósa staðreyndir sem að mér er svolítið pirrandi því að ég má ekki vera með Sturla. Já, víst það er búið að sko, víst það er búið að blása af Sturlaðum, þá fannst mér svona við hæfið að koma augljósari staðinn og við skal taka alltaf af hlustendum og ég er bara hlakka mikið til að dusta reykja þeim, ég er með mjög augljósari dag, það eru mjög augljósar. Svo erum við með, símtala sem ég hringdi í Katalínu og ég ætlaði að þykjast vera umbóðsmaður að bóka hljómsveitina mína, Krummarnir. Fyrirvandi Nei, staðinn í Kópavogi. Og þar var einhver stelpa sem hélt ég væri Gylfi. Já. Sem greinlega einhver strákur sem vinnur á staðnum Gylfi Ægis eða? Nei, bara einhver Gylfi sem hún þekkti. Þannig ég fór að leika hann og við viljum að spila það hér og eftir. Það gekk vel, svo fegst þú að skróla niður í símaskránni og lendir á Aroni Pálmann. Já, það er bara hann og það er... Já, einmitt. Það er það komið að mér næstu það? Já. Hvað, þú lendir á honum hérna... Emil Hallfræs. Þetta er svolítið íþróttatengt. Þú ert nú ekki með marga íþróttamenn hjá þér, eða? Nei, ekki einn einasta. Emil, það er mjög spennandi að sjá á hverjum ég lendi í næstu viku. Það sýna hlustendum sem eru núna að hlusta okkur félagana hvernig þetta nýja raf síkraftu dæmans. Nei, verðst ekki að auglýsa þennan viðbjóð fyrir hann. Ég ætla bara að sýna fólki hvernig. Ég skal þá veipa fyrir það allavega. Já, og þú tekur þetta mót. Fólk þarf að sjá þetta, kjaftaði. En eins og þið heyrið, kæru hlustendur, þá erum við með svaðalegan þátt í dag og Steindi Junior, hann þykist alltaf að hætta að reykja. Ég segi kannski í næsta lífi. Samfélsendinga hjörð í amerískum fötum, þambatu og glösum standandi í röði bankastræti tíðagæðspöld Ísland ætti að vera veistla Ísland er búkan bröf veistla það náður en þú veist að við neistlan ætti að vera veistla Þetta er að mínu mati besti rappari landsins allavega á topp 3 og minn uppáld orðuna þannig. Já, minn líka. Já, hann er geggjaður. Minn líka. Hann kann að rappa þessi strákur, það er bara þannig. Já. En þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og við þökkum ykkur aftur kærlega fyrir það og það er komið að slúðri hér í FM 95 blöð og það er nú ekkert rosalega mikið að vera í slúðurheimunum kannski svona alltaf eitthvað. Já, einn stærsta frétti var náttúrulega í vikunni að Kim Kardashian setti mynd af sér þarna, ég ætla að ræða það við pappa hennar eftir Steindi. Já, ég vissi það ekki vera því. Og hún var, setti mynd af sér þar sem hún var nakin og sagðist ekki eiga neinn föt, finna neinn föt. Nei. Og það er eitthvað sem segir mér í nóg að fötu samt. Já, það held ég líka. En það er nú ekki eina með Kim Kardashian því hún byrjaði líka á Snapchat í vikunni og er vist komið með Er ég með allt niðrum, ég er ekki búin að bæta inn, hvað heitir hún þar? Hún heitir bara Kim Kardashian? Já, ég er bara að keyra hann inn. Já, frábært þér. Það er lóðrætt. Nei, ég er með hana og hún er ekkert að setja inn neitt konfekt, sko. Það ekki? Nei. En dóttir hennar er vist hrædd við Snapchat. Það er sem sagt slúðri hér á nokkrum síðum. Það er alveg ótrúlegt. Það er alveg sama hvað Kim Kardashian gerir. Það er bara alltaf gert slúður úr því. Og ég var nú búin að lofa hérna fyrir árið síðan að hætta fjallum hana og ég er bara að gera. Það er nú líka út af mönnum eins og þér. Nei, ég veit, ég þarf að hætta þessu. Sem er að grafi upp og er að gefa þessu kliks. Ég þarf að setja reglu hér. Það er ekki bara sturlaða staðreyndir sem er hættar í þættinum. Já, takk fyrir stuðningin á Twitter. Það dælist þér inn, menn sakna sturlaða staðreynda strax. Og ég ætla líka að hætta fjallum Kim Kardashian. Nei. Jú. Hvað ætlar að fjallum í slúðrunu? Ég mun finna nóg að Það er skemmtilegasta fjölskyldi í heimi. Nei. Þetta ekki bara að láta pappa minn sjá Kim Kardashian eins og þetta? Já, við erum reyndar að fara að ræða við hann á eftir. Ég ætla að hringi í pappa Steinda sem verður veistla og eins og ég kom inn á hann orðin súperstjarna eftir talenti. Svo er ég, næsta slúður The Rock, Dwayne Johnson. Við erum aðdáðandur. Það er minn maður, já. Ég hef alltaf sjálf mig svolítið í honum. Hann hefur ekki borðað nammi síðan 1989. Já, það sést. Þannig að það er orðið ansi langt síðan að Rock fekk sér súkkulaði eða bara eitthvað nammi. Hann getur ekki nammi. Nei, hann er
ekki tím Helgi Góu allavega, það alveg á hreinu, hann ekki að fá sér fílakúlur og okkar komulega. Það spurning hvað svindl að segja, það allir sitt svindl sko. Það sé ekki bara pítsur eða hambúrgar eða eitthvað. Jó, hann með svindlag sko, hafið ekki séð það. Hann hefur oft hent í vídeoklips þar sem hann á svindldegi og hann með svona 8-9 pítsur með öllu drasli, hann bara fyrir, þú veist, hann eitt sko. Myndið þú vilja vera jafn massaður og The Rock? Já, sjálfsögðu. Ég myndi líka, það ekki millivöður, annarkvæmt vill ég vera bara eins og ég núna, þú veist, ég bara svona, ég ekki feitur. Hvað heldur að Steindi sé í prósentu? Klikt hann síðan hann Ég kipið þannig 23% 23%. Þú veist, ég ekki feitur samt. Ég bara með svona, ég svona ekki bara mjúkur ágætt svona? Já, svona, já. Þetta ekki bara út chubby? Já, svona. Þetta ekki feitur út. Nei. Ég sá vídeoðar hann í steindanum okkar, það varst að spotta fermetrinn eða eitthvað. Já. Þar varstu í þínu feitasta. Já, það getur verið. Nei, 3 hefur aldrei farið í hana. Ég hef aldrei farið, fyrirtalinn hefur aldrei verið 9. Og ég Það er alltaf verið 80. Alltaf 80 okkur, já, aldrei farið í 9. Þá fer ég í ræktina, þá skal ég hringi, ég lofa því. En málega er að ég vill ekki sko, mér líður bara vel eins og ég og ég nenni ekki að fara að hafa fyrir því og ég nenni ekki að fara í ræktina, mér finnst það hundlegilegt. Þú horfir aldrei í speilin og djöfullir ógeðslegur. Jó, ég horf oft í speil og segi. Hvað er þetta að segja það? Mér finnst þú langt frá að vera ógeðslegur. Nei, ég er ekki bara spjókut að hann horfi eitthvað á stað og spyr ég að segja þetta. Ég held að gera það allir, ég held að fólk horfa oft í speil og segja bara, þetta er ekki minn dagur sko. Já, maður er mjög sætur, það er bara þannig. Já, þú stundum með maður bara mjög sætur sko. Stundum horf ég í speil og segja bara, djúpið er sætum maður, ég þarf bara að reyna að hitta sér flesta í dag sko. En ef ég myndi vilja vera massaður, þá myndi ég vilja fara beint í The Rock. Beint í The Rock, já. Ekki neitt milli. All in bara. Annarkvort það, eða eins og Bruce Willis var í Pulp Fiction, það var líka mjög gott, það var bara góða byssur og brjóstuðar. Svo er ég hérna með meira slúður. Vince Vaughn, hann átti að leika Chandler í Friends. Ekki Matthew Perry. Hvernig er það kom út? Það er nú góð spurning. Hefði Vince Vaughn verið Chandler? Má ég samt spyrja þig blöð, nú er ekki að vera leðilegur. Nei. Ertu að reyna að lauma Sturlum staðaröndum inn í slúðrið eða þetta er mjög líkt? Þetta er mjög líkt Sturlum staðaröndur núna. Hvað? Síðustu 2 staðaröndir. Ég er bara að segja eitthvað slúður. Út með The Rock og Vince Vaughn í slúðrinu. Já, Vince Vaughn átti að leika Chandler í Friends. Já, við erum að orða bara þannig einhvern veginn. Vince Vaughn átti að leika Chandler. Nei, þetta er ekki Sturlu, þetta er bara slúður. Þetta er Sturlu staðarönd. Svo áðan tala að The Rock hafi ekki borðað nammi sem 1989. Það er Sturlu staðarönd, eða ekki? Þú ert að lauma þig minn. Þetta er bara við erum búin að slaufa þessu. Herru, hvað á að slaufa slúðurinn bara líka? Má ég ekki tala þetta lengur? Já, þú talar eins og þetta sé. Þetta er ekkert sturlaða staðarendir, þetta er bara slúður. Nei, ég veit ekki, ég nokkuð vissum ef við ekki tekið fund í morgun og við slaufa Sturluðum, það er þetta ekki verið svona í slúðurinn. Það er alltaf fyrir slúðurinn. Þetta var gráasvæði. En þá vitið það, kæru hlustendur, að Vince Vaughn, hann átti að leika Chandler í Friends, ekki Matthew Perry, og The Rock, hann hefur ekki borðað nammi síðan 1989. Þetta er kannski ekkert sturlaða staðarendir, en þetta er slúður. Heitur sandur, sundföt, pina colada og þessi dásamlegi ilmur af sólarvörninni. Er þetta ekki eitthvað? Nóa páskaeggjin vor að lenda. Gjörið þið svo vel. Nú mega páskarnir koma. Nói Sirius. Bláu liðin mætast í 8 liða úrslitum enska bikarsins sem gæti bjargað tímabilinu fyrir bæði. Tippaðu á Everton Chelsea í enska bikarnum. Lengjan gerir leikinn skemmtilegri. Frábær fermingatilboð fyrir fólk sem stækkar og stækkar. Nature's Rest heilsurúm 1/20x2 verð aðeins 69.900 krónur og Shape heilsukotti fylgir frítt með. Dúnmjúkt tvennutilboð, dúnkotti og vöndu dúnsæng aðeins 19.800. Dorma, láttu drauminn rætast. Ef þú skrifar skilaboð undir stýri, lítur þú að veginum í alltaf 5 sekúndur. Á 70 km hraða keyrir þú því blindandi mestum 100 metra meðan þú skrifar. Sjóvá. Betri notaðir bílar Kauptúni, framúr skarandi Toyota þjónusta, örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Þú getur alltaf selt okkur bíliðinn aftur. Það getur þú stólað á. Betri notaðir bílar, Toyota Kauptúni. Snjallar fermingagjafir. Eirberg Stórhöfða, Eirberg Kringlunni. 50% afsláttur í Pool til klukkan 8. Biljardbarinn Faxafinni. Í fyrsta skipti á Íslandi er hægt að fá endalaust internet á aðeins 1.000 krónur á mánuð með öllum helstu sjónvarpsprogram 365. Þú þarft ekki að setja það inn í flókinn heim fjarskiptana.
Einfaldaðu dæmið og tryggðu þér áskrift núna í síma 1817 og fáðu endalaust internet. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Can't keep my hands to myself. No matter how hard I'm trying to. I want you all to myself. Your metaphorical gin and juice. You say you're no good, but people say what they wanna say, and you should know if I could, I'd breathe you in every single day. Það hún Selena Gomez og hún getur ekki haldið höndunum að sjálfur sér. Can't keep my hands to myself, syngur hún hér í FM 95 Blö. Fínasta lag hérna hjá þessari. Þetta er fyrirhandi kærasta Justin Bieber. Einmitt. Og bara fanta tónlistakona sjálf. Já, en við ætlum að hrista vel upp í þættinum í dag. Liðir sem hafa verið á sumum tímum eru komnir á aðra tíma og sturlaða staðreyndir ekki og ég veit ekki hvað. Þannig að við ætlum til dæmis bara núna að fara í spurningakeppni Gilsarans. Ok, snemma. Já, ég ætla að setja og leið og strax eftir spurningakeppnina þá ætla að fara í símtal sem var hringt hér fyrir í dag á Katalínu í Kópavogi og svona datt inn nettulegt, skemmtilegt símtal, svona óvænt heima það hér eftir. En ertu með það, Egill? Já, ég er með spurningakeppni í dag og 12 spurningar. Já. Viltu ekki hafa undir? Ég veit þú... Nei, svona, það er no mercy í þessum þætti núna þegar það er búið að henda störðlegum staðrindum út og þá farð þú ekki trailer með hana. Ertu ekki með eitthvað svona spila þátt að þým undir? Já, ég skal finna það fyrir næsta þátt. En það er tveir á einu. Steinþór, er þú til í... Ég er klár, ég er mjög klár. Nei. Ég held að ég hafi, sko, já, í trailerinn. Já. Ekki. Nei. En er ekki hafa hann undir? Þú varst að segja á hann á tveir á einu, bara hafa hann undir. Ég er ekki við maður hlusta á hann, hafa hann undir. Hafa hann undir! Ok, byrja þetta. Já, spurningin í dag er það er ekki farið fram hjá neinum að það er sundperrilaus á Íslandi. Já, hvað er það? Sundperrivert. Já. Og þetta er svo steikt að vera þessu, að vera eitthvað inn í klefa að taka myndir að liði, þetta er asnalett maður. Já, og það er einhver í þessu, skilur þú? Já. Og asnalett, ég veit ekki með það bara ógæslegt. Jó, og líka það náttúrulega, þú veist. En mér svo fyndi, ég sá í þessari frétt, sorry Egill, ég sá í þessari frétt nefnilega að þetta væri farið að sko, trenda á einhverjum stórum klámsíðum eða eitthvað. Stóð sko í fréttinni. Hversu mikið pervert og hversu marga hringi þarf þetta að vera komin til þess að vera allt í einu farin að skoða einhvern gamla kallur að þurrka á sér rassinni eftir sund. Já, ég segi ekki hversu mikið pervert, bara hversu mikið ógertur út að taka þessar myndir af fólkinu líka. Allavega, er þetta King of Sundperri eða? Nei, það farið eitthvað svoleiðis? Já, það er málega út af því að það er allir Íslendingar undir grun núna, skilur þú? Já, mitt. Og hvað heldur þetta ég eða Steindi? Ég þetta ekki alveg verið þið. Nei. Ég er síma, eða ekki? Ég veit nú ekki alveg hver ég hef blöðið í þessu máli en það var ekki ég. Þar er ég nú bara strax saklaus, ég fer aldrei í sund. Ég vil lofa okkur til að þið eru grunnar eins og allir aðrir, sko. Og þetta er bara spurningakeppni. Þannig þetta er keppni sem maður vill ekki vinna, King of Sundperri. Hvaða viðbjörn er það maður? Nei, ekki Steindi, þú tekur þessa, þú er bæði meiri perri en ég og ferð í sund. Já, nákvæmlega, þessi var góður. Þessi var flottur hér. Sko, þetta mun bara, sjáum bara hvernig það kemur út. Og þetta eru 12 spurningar, þetta er mjög basic. Ég satt saman þetta, ég fer ógeðslega sjaldan í sund. Bara hver er svona meiri sundperri? Klæjar af klóri og þú veist, þú mátt ekki fá þér eitt bjór eða þú mátt ekki gera neitt. Nei, þetta fer ekki í sund, þú mátt ekki drekka. Nei, ég er að segja að þetta er svo þvingandi einhvern veginn svona. Það er gaman að sjá hver er meiri sundperri. Spurningum bara 1, hefur þið farið í sund? Já. Punktur. Þú þarf bara ekki að spyrja þess að það var allir farið í sund. Það var ekki allir farið í sund. Bara eiginlega tíma þarna. Hefur þið farið í Laugardalslaugina? Já. Þetta er bara dead tide. Já, þetta er líka mjög astmælega spurningar. Bara fáránlegt. Þetta brá við alla þjóðina. Það var öll þjóðin með 2 stig núna. Herðu, anskotin, það er jafntefli þegar báðið farið í Laugardalslaugina. Herðu, já. Ok, við höldum að svara. Hefur þið farið í heitapottin? Já. Ok. Hvaða vill er þetta? Veitu, vill maður vinna þessi keppni eða vill maður ekki vinna hana? Maður vill væntanlega ekki vinna hana. Viltu vera King of Sundperra? Nei, er það? Heitir hún það þessi keppni? King of Sundperri. Já, ok, shit. Ég myndi segja að það er ekkert endalega svo slæmt. Jú, það er bara best í heimi. Hefur þið farið nakin í sundlaug? Nei. Í sundlaug? Já, ég farið nakin í... Nei, ekki í sundlaug. Já, sund.
Þeir eru að fara nakin í sund, blöð, þú ert heima Sauðárkróki, það er enginn að segja með það. Ég er farið nakin í sund. Já, einmitt. Það hefur verið sko brotist það var svona hefð þegar ég var úlingur sko að eftir böll og eftir svona eitthvað sem var að gerast í bænum sko, það var líf í bænum og menn voru í fíling og nefndi ekki heim, þá var oft farið í sund. Það var bara þannig. Það er náttúrulega búið að taka fyrir til dag. Það er búið að refsa Ingo. Nei, hefur farið nakin í sund. Þú ert alltaf með eitthvað sögur. Það er búið að refsa Ingo við að þú lendi mjög illa í því þegar hann hendi sér nakin í sund. Það var já hjá honum. Hann var búin að hendi í mörg já. En mér finnir nú að hafa alltaf samt verið bara, þú veist, fólk fór bara í nærbuxunum. Já, varst aldrei eitthvað svona refstu úr eitthvað. Það var alltaf blöð frá Sauðárkróki, sko. Það er allir farið allsbyrði í sund á Sauðárkróki. En þegar ég fór allsbyrði í sund, þá var það ekki venjulega sundlaug, það var svona... Svona náttúrulaug. Er það ekki, það er ekki sundlaug. Nú, ok, þá var það nei hjá mér. Jú, víst þetta sundlaug. Er það? Já, þetta er bara, það er laug, það er vatn í henni og það er... Ég held ég verið að segja nei á þetta. Því miður, ég man ekki eftir Blöð er þá að taka þetta. 4-3. Pissað í sundlaug? Já, nei. Ég pissaði í sundlaug. Það hef ég ekki gert. Ég hef gert það. Blöð, aldrei. Sagður stoltur. Nei, ég veit ekki að þau sundin með þér maður. Það er ég ekkert stoltur af því. Nei, þú bara, já, það hef ég gert. Heldur að þú hefur ekki pissað í sundlaug, Nei. Þegar þú varst krakki? Nei. Heldur að hafa aldrei farið upp úr til að fara að pissa kannski, hendur onni og það hefur þessi eini dróp. Það kallast ekki að pissa í sundi. Pissudrópin sem kemur kannski setna. Það er bara í öll. Hefur aldrei verið í laug, nettir ekki upp úr, þarft að mig að fókit, ég lætu aða hérna. Nei, ég er bara stokkið upp úr og fór að pissa. Þetta er ógeðslegt að viðurkenna. Blöð mundi, hann er mjög hreinskilinn, hann mætt mundi hann til að segja hann. Ég er líka mjög hreinskilinn, ég hef bara gert þetta og ég skammast mér fyrir það er mjög langt síðan. En hefur hort á aðra mannesku í sundi? Hort á aðra mann, hvað meinar? Þú ert bara í sundi og sem Nei, ég finn með lokuð augun. Hvað er þetta eitthvað rugglaður? Þetta maður hort á eitthvað manneski. Þú hefur starað á aðra manneski. Nei, ég hef ekki starað á neina manneski í sundi. Við erum ekki að stara, við erum bara basically sitting. Hvað er þetta að breytast í hérna? Nei, ég er bara Hefur ég hort á aðra manneski? Ef ég fer með einhvern með sund og horfi á hann. Það er ekki að tala um að þú ferð þú veist bara í pottin og státt spjalla. Ég og eittur spjall í pottin, ég er að horfa á hann. Já, auðvitað. Það var allir sem að fara í sund, hort á aðra manneski í sundi og ekki að láta þetta líta út eins og við sem einhverju perra. Hann er að tala um eitthvað allt annað, við verðum að segja já við. Já, ég hef ekki verið að horfa á einhverju ókunnuga manneski á filtin eða eitthvað svona kjaftaði, sko. Nei, það er 5-5. Hefur þú setið í heitum pott og hort á aðra manneski sem er í pottunum sem þú þekkir ekki neitt? Já, en ekki einhverju svona, ég er hún skítrættu þess að það er ekki að koma nógu vel út hjá okkur því neður. Hvað meinarðu? Það var allir gert það. Situr í heitum pott að stara okkur ókunnuga manneski? Nei, við erum ekki að stara, þetta er ekki, þú veist, ég er að tala bara, við skil ekki á maður að lokuð auðan í pottunum. Þetta er ekki ástæðan fyrir að ég er á móti sundlu. Það er bara óþægilegt að vera, það er óþægilegt að vera með ókunnugu fólki í heitum potti. Og þegar ég held að þessar spurningakeppniðina geti ekki orðið vitlausari þá textar það maður. Hvernig ert þú í sundi? Ertu bara með lokuð augun í pottunum með það og aldrei séð neitt annan? Ég er ekkert mikið í pottinum. Nei, ég er bara eitthvað ráfandi Já, frábært. Ég er bara ráfandi Hefur þið farið með símaðinn í klefa? Hvað, bara, já, í úlpunni minni. Þú hefur verið með símaðinn í klefa. Það var þá geitt hann í skáp. Já, ég hef ekki farið með hann inn í sturtuklefa. Nei, þið hafið báðið verið með síman á okkur inn í klefa. Þú var að gefa þér skinn að við séum sundlagaperrandir. Nei, það gefa þér skinn, bara. Ertu ekki að tala um bara ef við kemum í sund eða eitthvað, eða bara... Ég meina svo ég til þess að myndi gefa síman undir bíl. Nei, þú getur ekki sleppt síman þinn með mínútur. Það fyrir líka illa með síman að vera út í bíl. Það má alveg setja síman, maður á ekki geima, já, bara geimi út í kvölda. Ég held að það var... Reyna að láta okkur lítið út eins og einhverja sundlega bara fyrir með síman hann. Ok, þið eru með síman inn í klefa. Hefur þið farið á date í sundlug? Einhver tíman á lífsleiðinni? Nei. Aldrei eitthvað svona heitt date í sundlug? Ekki bara bíó eða spóla? Maður farið með bara kærustinn í sund, skilur, en maður er ekkert farið á date í sund, þú veist, svona. Hefur átt við þig inn í gufunni? Nei, hvað? Ég látið það eiga sig. Hvað meinur þú? Sittir í gufunni og fylla við sig? Það er að spyrja okkur að því, hvort það hefur verið að eiga. Ekki verið að hjálpa með þetta, bara næsta spurning. Vitlis er Þetta er svo spennandi. Það er 7-7, það eru 2 spurningar eftir. Hefur þú stundað kynlíf í vatni? Kynlíf í vatni? Hvað er þetta? Pass. Hei blöð, þetta er ekki pass-spurning henni, sko. Ég vil ekki stíða. Það er ekki eftir betur, sko, bara að svara. Blöð, ég veit þú hefur stundað. Hvað veist þú um það? Því ég bara, mér grunaði það. Já, það er ekki að sama að vita. Blöð, þú þarf bara að vera hreinskilinn. Já, það hefur gerst. En það er ég að verða 60. Ég hef stundað kynlíf í vatni.
sko blöð það kemur í óvart að lögregla að vera spólingað upp eftir. Já, af því ég hef verið með síma minn í úlpunum minni og hort á aðra manneski heitapotti. Hvað að þér, maður? Ég ætla samt að fá að vera hreinskilinn. Nú ég bara En þú átt eftir að svara. Nú ég mjög hlutlaus í þessu hérna. En mér finnst þetta að fara að hljóma mjög illa út fyrir þið. Já, því að þú ert með jáðið öllu að sama og ég, nema þú pissaði líka í laugina. Nei, ég að segja, ég myndi ef ég væri hlustandi núna, þá myndi ég hugsa, ok, þessi sundlaugaperri, þetta gæti actually verið blöð. Já, einmitt. Þetta er jafnt á stigum hjá okkur. Ég myndi hugsa það. Ég fer aldrei í sund. En Steinþór eftir að svara hvort hann hafi stundar mög í vatni eitthvað. Já, ég veist það. Það er punktur, ég heyrði þarna. Það er ennþá jafnt, ákveð þetta að vera meira ég. Þegar það segir, það er punktur. Síðasta spurningin, þetta er mjög spennandi. Hefur þú laumast til þess að hendi afslappaðan hristing í pottum þegar bublunar í gangi? Aldrei. Hættu þessu kjartaðan. Þetta er ekki hægt. Þetta er komið gott. Það er 8-8 þá. Það er vissum að sé báðið með nei hana. Við erum bara báðið sundlaugaperr. Nei, við þurfum að fá alveg á hreint hvort. Nei, ég hef engan áhuga að fá það. Ég vil ekki deila þessum titli með þess. Fermingarleikur FM 957. Fylgstu vel með á FM 957 þar sem við gefum frábæra fermingargjafir í mars. Alvöru Mongoose Kayak Sport 29 tómur reiðhjól frá hjólabúðinni GAP að verðmæti 115.000. Gjafabréf frá Jack & Jones. Gjafakort frá Kringlunni. Marley Get Together Bluetooth hátalari frá Eirberg Lífstíl Kringlunni að verðmæti 39.750. Og glæsilegt Royal Dream Room að verðmæti 109.950 frá rúmfattalæðinum. Skráningi leikinn fer fram á heimasíðu FM 957. Athugaðu, ef þú ert ekki að fermast, getur þú samt sem áður tekið þátt með að skrá einhvern sem er að fara að fermast. FM 957 og samstarfsaðilar óska fermingabörnum til hamingju með áfangan. 100 ára afmæli ASI verður haldið þann 12. mars í Hörpu, Edinborgarhúsinu, Hofi og Egilsbúð. Uppselt er á alla kvöldtónleikana, en við minnum á opið hús í Hörpu klukkan 14 á laugardag. Páll Óskar, Úlfur, leiksýning með hundi í óskilum og lúðrasveit verkalýðsins. Afmæliskaka í boði. Komdu og njóttu með okkur í Hörpu klukkan 14 á laugardag. ASI í 100 ár. Fullbúð af nýjum vörum. Jack & Jones Kringlunni og Jack & Jones Smáralind. Hefur þú lent í umferðarslýsi? Hvort sem þú ert í rétti eða órétti, gæti þú átt rétt á bótum. Fulltingi. Þinn réttur til bóta. Og sjá, hann reis upp á 3. degi. Því þá fyrst þurfti hann að standa upp og sækja hleðslutæki. Því hann fékk fermingargjöfina úr Makklandi. Og hún virkar svo vel. Pantaðu bíl með Hreyfils-appinu. Sæktu appið á App Store eða Google Play og þú ræður ferðinni. Hreyfill, bæjarleiðir. Jójó Ís, opið 11:30 til 23:30. Jójó Ís, Nýbýlavegi og Egilsgötu 3. Pétur Jóhann verður óheflaður næstkomandi. Farðu á miður.is og kynntu þið málið. Pétur Jóhann óheflaður í samstarfi við Gallerí 17. Ertu búinn að dressa þig upp fyrir helgina? Kíktu við hjá okkur. Jack & Jones Kringlunni og Jack & Jones Smáralind. 5 í fötu, það er ekkert. Við erum með 6. Það er Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. Það held ég, kæri hlustendur, þeir að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 og já, það er komið að smá hotni. Ég veit nú ekki hvort að setja að flokka þetta sem dagskrálið, en það kemur í ljós. Já, það kemur í ljós. Það er Steindi Senior. Já, það er komið að sem sagt Kim Kardashian hotninu með Steinda Senior og það er pappið þinn, Steindi. Já, ég veit ekki alveg hvað ég hef þetta. Það er eitthvað óþægilegt að hleypa pappa minnum í lofti, því að hann er bara einn af þessu köllin sem getur sagt hvað sem er. Pappin, er hann flippari? Já, hann er flippari. Þú hefur þetta frá honum? Hann er sko, já, hann er mjög gaman á honum. Ég sá hann í Ísland Got Talent síðasta sunnudag að vera að setja tungun upp á nef, vel gert í honum. Já, það er mjög vel gert. Hann er alltaf til í að taka þátt, en það er líka stór hættulegt að hleypa bara foreldrar sínum í loftið. Já. Bara, þú veist, quiz bam búm, sko. Það er, þú veist, þú þekkir það sjálfur. Já. Man er illa við það. En ég er þetta að elska það, en og við ætlum að fara, hann er með Kardashian alveg á hreinu. Búin að horfa á svo þætti mörg ár. Já, þetta er upp. Það er eitthvað skrítið við það. Já, það er nefnilega sérstakt, sko. Þú getur líka spurt hann út í það, en það er sko, það er bæði, sko, Kim Kardashian, The Kardashians. Já. Og,
American Race. American Race? Heita það ekki? Amazing Race? Amazing Race. American Race. Ok, ég var að líka vel inn í því. Þessi 2 þættir, hann tæki sko bara, hann myndi gera hvað sem er til þess að ná þeim í sjónvarpinu. Ok, ég ætla að hringja hann og náttúrulega málana í þessari viku með Kardashian er þessi mynd sem hún setti á Instagram. Ég ætla að sjá hvað pappa henni finnst hana. Já, nú. Er það Steindi senior? Já, hann. Sæll og blessaður, þú ert hér í beinútendingu FM 95 Blöð. Blessaður, babi. Já, er þetta Auðun Blöndal? Hárrétt hjá þér og Steinþór Hróar Steinþórsson sonuðinn. Já, það er nefnilega það. Já. Ætlaði að fá okkur að spekja frá mér. Já, sko, Auði er búin að vera tönglast á því núna í marga daga. Vilja fá að heyra í þig varandi þetta Kim Kardashian stöff allt saman. Já, ég er nú þokkarlega bara inn í því. Þú segir það eins og þetta stoltur, sko. Stoltur, já, það er þetta bara gott fólk. Steindi er búin að segja það hérna lengi að þú fylgjast vel með Kardashian fjölskyldinni. Já. Og hvað þá var ég að spyrja þér bara sem mikil Kardashian maður, hvað finnst þér myndina sem að hún vinkonaðin setti hérna og er búin að gera allt vitlaust, nekta myndina sér á neti? Ég bara skil ekki að hverju fólk er svona að hneyslast eitthvað, mér finnst þetta bara að vera list. Já, þú ert ánægð með þetta bara? Já, þetta er ekkit annað en bara rosalega flott. Já. Mér finnst ekkit af þessu, ég skil ekki að fólk er að hneyslast af þessu. Nei, þú bakkar vinkonaðin upp í þessu? Þetta er ekkert skilt við eitthvað nektari, þetta er bara list. Hvað já, ég sko, er það, þetta er ekki list? Ég veit það ekki. Þetta segja bara hörðustu Kardashian menn, sko. Já, hann er greinlega, ég heyri það strax, hann er mjög harður. Hann er ekkert að fara að rakka hana niður. Nei. Er hún með réttan mann í Kanye, Steindi? Já, ég held að þetta sé bara ágætt hjá þeim, en ég held að hann sé nú eitthvað að skýta á sig, þessi Kanye held ég. Þú ert ekki sátt við hann? Erstu búin að hlusta á nýju plötuna hans? Nei, ég er ekki búin að hlusta á nýju plötuna hans, en hann er nú með eitthvað yfirlýsingar, skýtnar yfirlýsingar sem reglulega sem ég er ekki alveg að skilja, sko. Hver er þinn uppáhald Kardashian? Hvar liggur þú í Kardashian klaninu? Já, sko, Scott er náttúrulega alltaf verið mjög feyfur til mér, sko. Hvaða maður er það? Það er kærasti. Það er ekki eitthvað Scott. Jú, fyrirverandi, eru þau saman í dag, eða? Jésús, alveg, hvað er ég? Já, það er svona áhöldum það hefur verið svona sundur og saman en við áhangundur og fanin erum að vona það besta. Hvað er að gerast? Hvað er að gerast? Þetta er æðislegt, ég held að Steindi væri að fýblast alltaf með þetta, við erum að fá þetta bara hreintinn. Hvað er að gerast? Er ég alveg að hlusta á Auðun Blöndal og pappa minn tala um Scott Kardashian? Ég er þetta fíla á Scott maður, hann har alltaf verið skemmtilegur í þáttunum. Já, sko, ég skil ekki, mér finnst þetta bara að vera, sko, mjög fínir hættir, þetta er svona sínir raunveruleika fólk, svona er lífið bara, þau eru bara nákvæmlega eins og við öll daginn. Eftir mig ekki, þetta er dögt, sko, ég get þetta ekki lengur, ég get ekki hlusta á þetta. Þetta var ræðislegt. Ef þið vilja heyra eitthvað nánar, ég er náttúrulega ekki bara fylgst með þessu. Ég lofaði því, ég ætla að hringja aftur, Steindi senior, takk fyrir þetta, þú ert sáttur við Kardashian myndina og Scott er þinn maður. Já, hafið það gott. Og sömulegis, Unnur. Ok, bye. Hvaða veistla þetta? Þetta er alltaf ekki hægt, sko. Hann er mikill Scott. Já, þetta er bara ekki hægt. Mér leið bara óþægilega með þetta allt saman. Nei, ég veist, ég hef ekki að tala, þú kattar á því, ég hef ekki að tala um pappa henni í 10 mínútur. Þetta er átt að vera í beinni útsendingu að hlusta pappa með tala um Kardashians. Herru, þú ert ekki lengur upp á Steindinni. Það er bara þannig. Þetta er ekki hægt. Þú ert komin í annars. Við gerum þetta ekki eftir. Jú, ég lofa þér, ég með hringi aftur í hann. To anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I wish you know I can fly high. Elsku vinir, þeir að hlusta á FM 95 Blöð hér. Þú svolítið katt á við þessum tíma, við ringdum með pappan Steinda. Já, og meistar á því. Já, ég er mikill Kardashian maður og ég held að við mörum náum vel saman. Já, ég held að líka. Algjör snillingur, það styttist hér í, þegar Steindi Junior ringið sinn veikan, við tókum það fyrir í dag og ég ætla að veina á hladrið, þannig að ég lofa að það er gott símtal. En áður við förum í það, þá ætlum við að fara hérna í hvort munduru frekar, hvernig líst ykkur það? Mjög vel. Mjög vel, jú. Maurar eru ekki með lungu. Býtu, hvað,
Hæ? Já, ég var að lesa þetta Þú gerir þetta aftur, þú ert búin að vera aðeins búin að gera þetta allan þáttir, þú ert alltaf að lauminn sturgluðum staðarendum. Alls ekki. Við erum búin að slaufa þetta. Þetta kallar þetta ekki svona lauma. Ég var bara að lesa þetta á netinu. Maurar eru ekki með lungu. Hvar var þetta á netinu? Var einhver að setja þetta á Twitter bara? Rakstu augun í þetta bara. Finnst ykkur ekki skrítið? Nei, mér finnst skrítið að þú ert að lauma þess alltaf inn á og til. Akkur er það eitthvað sturglu staðarinn? Ég sé bara í gegnum þig, ég veit þú ert að því. Nei, alls ekki. Þú ert búin að takast að lauminn 3 sturglu staðarinn í dag. Líka á það með rock og fleiri, þú ert alltaf að lauminn sturglu staðarinn. Það var bara slúður, en það komið að kortmyndur frekar, en þið vitið það þá allavega hlustendur að maurar eru ekki með lungu, sem er skemmtilegt. Felur þetta inn í öðrum dagskráli? Það er spennandi að gera. Þannig að felur þetta inn í þetta mun ekki að halda áfram. Eru þið tilbúinir í kortmyndur frekar? Já, við erum klárir. Það eru 3 spurningar eins og alltaf og já, það eru bara nokkuð skemmtilega í dag. Og fyrsta spurning, ef þið mættuð ráða, kortmyndur frekar geta tala við dýr, sem ég nú spurt áður og finnst hrikalega skemmtileg spurning. Kortmyndur frekar geta tala við dýr eða geta stjórna veðrinu. Já, ég treysti mig til að svara þessu strax. Já, hvað er það? Til að stjórna veðrinu. Nei, það er máli. Já. Ég held ángríms að ég myndi velja hitt. Nei, þú myndir ekki velja hitt. En þú getur líka hundur en þið getur talað við. Bara hvert þetta fara kannu? Já, en þú vaknar í janúar, hörðu, 25. hitt og sól. Ó, var þetta rosalegt. Maður var líka vinsalist í maður og landur spáði bara á stöðbuksunum. Yes. Út í bíl, skoðan og glöggar. Spáðu hvað verið rosalegt, ef þú getur stjórnað veðrinu þá færi bara veðri eftir skapið þínu. Segjum að maður er í ástasorg, ég myndi bara henda á grenjandi rigningu. Sko, málið er það að það skiptir einhver máli þótt að sé 25. hitti eða þótt að sé -5. Mér er eiginlega alltaf jafn heitt. Ég er ekki grínast. Ég er eiginlega bara alltaf með sama hitastig í gangi. En líður ekki vel sitjandi úti með sólglerugu, einn ískaldan klassik, einn kaldur klassik á kantinum og svona. Jú, auðvitað líður mér miklu betra að það er sól og stemning og allir eru ferskir. En þú veist, skilur við svona Hvað græður ekki að tala við dýr? Jú, það finnst veðrið bara ekki vera það mikið issue, svona í alvörinu tala. En mér langar náttúrulega, ég myndi velja að geta að tala við dýr. En þú ert ekkert uppbyggilega samræða við dýr, flest dýr eru með mjög lága greindarvextölu. Já, en ég meina, eins og Pulla er einn besta vinkona mín. Ég geti verið að tala við hann. Hvað? Pulla er ekki hún myndi örgulega bara, eina sem myndi segja að væri kúka. Og hvað séðan? Kúka? Ég vil ekki vera leiðilegur þetta stendi, en ef ég hefði þann hæfileika að geta að tala við dýr, þá er Pulla sennilega svo síðasta sem ég myndi nenn að tala við. Sko, við höngum mikið saman í Pulla, mjög mikið saman. Og hún er bara eina af mínu bestu vinkonum. Það er oft, kannski, við erum upp í sófa og erum að horfa á sjónvarpið og þá getur hún sagt eitthvað, skilur, við getum verið að henda aðeins að spjalla. Þú velur það, geta að tala við dýr. Við getum spilað tölvuleiki saman og ég getur kent henni meira sannlega. Hvað er alltaf hún að halda á joystickinu? Nei, þú veist, hún getur svona, við getum alltaf að spjalla hitt og þetta, eða ekki? En svarið þitt var að þú myndir frekar tala við dýr heldur en stjórna veðri? Nei, menn og getur nota þetta félagin er að jamma, þú ætlar að vera heima rólegur, ég ætla að hendi hvirfilbil. Já. En ég kemst ekki. Ég ætla að vera heima rólegur. En ef ég ætla að vera heima rólegur, þá getur líka bara sendt hettumáf til að fara að tala við. Bara, heyrðu, farðu með þetta heim til Egils fyrir mig. Ég er slakur heima. Þú fær bara fugl sem bankar í rúðuna. Næsta staðreynd, hvort myndi frekar vilja vera andfúlir þar sem eftir er ævikar eða alltaf að klæja í punktnum? Að klæja í punktnum? Já, undir punktnum? Klæja undir punktnum? Kláða þar sem eftir er æviðinnar eða andfúll þar sem eftir er æviðinnar. Undir punktur. En þó þið klæja ykkur staðar, þá þarf þetta ekki endilega að vera klórandi. Nei, það er bara óþægilegt. Þú þarf að býta í axlinn. Já. Það er mjög slæmt að vera andfúll. Það er eiginlega verst að það miklu, samt þú veist, eins og vant að vera andfúll, þá er eiginlega verra að vera alltaf að klóra sér í punktnum, sko. Já. Þú ert alltaf innan um fólk. Alltaf, þau klæjar allan daginn. Þú myndir bilast, sko. Já, en það er ekki bara sálerni, klórar er vel og hoppa sér aftur að klæja. Þau klæjar alltaf. En þú getur samt verið vantilega með eitthvað apparat. Mjög þreytti valmöguleika, sko. Já, þú getur samt sett eitthvað vantilega yfir punktinn. Hvort tækir þú, Steindi? Ég myndi örugglega, sko... Hvað ætlar að setja yfir punktinn? Nei, ef þú myndir líma eitthvað á lærið, eitthvað svona, ég er að reyna að hugsa upp á, sko, bara svona, sé fyrir mig svona litla klóru sem er bara víratengt í... Þú veist, þú getur... Nei, þú getur bara verið með eitthvað...
Rafklóru inn á lærinu sem að klóra. Það væri bara með festringuna á lyklakippu. Þá væri ég bara núna að tala Það var alltaf bunga svona á buxunniðinu svona fram og tilbaka bara svo hann var í stuði. Nei, það myndi passa að hún væri bara, þetta væri mjög nett klóra og ég væri bara að tala þau núna og svo væri ég bara í símanum bara, þú veist að íta alltaf bara. Ég hef aldrei heyrt hana spull. Egil, hvort velið þú? Það væri hægt að hanna eitthvað svoleiðis. Mér finnst svo slæmt að vera að tala fólk. Þeir klóna kindur, Sko, málega út andfúll, þá að ónáða annað fólk. Þannig að ég tek fyrir eitthvað sálsökan á mig og mér klæja. Steindi kláði á andfúll. Ég ætla að samanlegla þegar ég held að við búum að það miklum tæknitíma, ég held að sé hægt að búa til auðveldlega einhverja svona litla rafklóru. Það var það síðasta spurningin í dag í hvort myndirðu frekar. Það er mikið verið að ræða forsetaframboð þessa dagana, þannig ég ætla að byrja á þér, Egill. Alltaf ástór. Hvort myndirðu frekar vilja að ég eða Steindi yrðum forseti Íslands? Já, þessi er rosalega. Ég er að byrja á Agli. Þú eða Steindi forsetar Ég væri helviti góða forsetar. Nú er ég að hugsa bara svona kostirnir við forsetan sko, því að báðir duglegir að ferðast þessu, þú vannst náttúrulega keppninu daginn Já, en vilt ekki hafa forsetar svolítið heima og vera krukki í málunum svolítið heima bara og Er ekki ötti ómikið að ferðast fyrir þetta? Nei, hætt að vera að setja hugsanir í hausunum. Shit, þetta er mjög Það er ekkert afgerandi. Ég ætla ekki að gefa hann einn hint, en ég held sko að það væri helviti góður fósiti. Nei, það væri hræðilegur. Nei, ég myndi segja, það væri helviti fín. Sko, meðan að Steinþór reykir, þá þarf ég að velja Kalla, það er ekki hægt að fórseti Íslands. Hvort þú frekar að velja ég eða Egill til fórseti? Ég ætla að fá að henda inn smá hérna. Nei, það er bara að þú átt að svara. Ég reyki ekki. Hann er hættar enda. Ef þú væri hættur alveg, þá, ég myndi ekki hvernig þetta Hefur þið séð mig að fá mig síkart í dag? Nei, en það er bara sjúa þetta drast þarna. Já, þetta er ekki síkart. Það er frábært fyrir okkur út að hitta Frakklandsforseta og sett með þetta á þér alltaf. Með raftæki? Hvað ætlar þú að segja, Steindi? Herra Ólafur reykir ekki þannig. Sko, maður væri alltaf með rafmagnsklóru líka sem var að klóra mann á punktnum allan tíman, ekki gleyma því. Ég myndi ætli ég Hvað sagði þú, Egill? Sagði þú ekki ötti eða? Já, bara nefndu því að þú er reykja og sko, forseti má ekki reykja, þetta lítið börn að horfa á þig og... Já, einmitt, þá ætli ég segi þá ekki bara ötti af því að þú varst búin að vera gera eitthvað skrítið sjálfur. Hvað er aðkvæði frá báða? Já, bara, einmitt. Ég finn ekki fyrir forseti? En ég er að hefna mín. Akkur, bara bjótuðu bara. Þrennt sem þú þarf til að ná árangri. Mæta á Local, velja þér salat og borða svo salatið. Og deginum er bjargað. Local. Salat hefur aldrei verið svona gott. Enski barinn býður upp á góða stemningu öll kvöld vikunar. Sjáumst á Enska barnum við Austurvöll. Frábær fermingatilboð fyrir fólk sem stækkar og stækkar. Nature's Rest heilsurum 120x2 verð aðeins 69.900 krónur og Shape heilsukotti fylgir frítt með. Dúnmjúkt tvennutilboð, dúnkotti og vöndu dúnsæng aðeins 19.800. Dorma, láttu drauminn rætast. Jójó Ís með franskri vanillu. Jójó Ís, Nýbýlavegi og Egilsgötu. Hekla býður til 4x4 sýningar laugardaginn 12. mars. Komdu og sjáðu flottustu, fjörugustu og fjórhjóladriftustu bíla landsins. Frá Volkswagen, Skoda, Mitsubishi og Audi. Hekla, Laugavegi. Burt með magan. CLA og Green Tea fyrir erfiðu magafituna sem fer síðust af. Vaxtarvörur.is. Taco sem dansar tango við bragðlaukana. Serrano. Fresh, happy, max. Tippaðu á Everton Chelsea í enska bikarnum. Lengjan gerir leikinn skemmtilegri. 2 grjótharðir og 1 túnmjúkur í FM 95 Blö. Það held ég, elsku lífsförunautar. Þeir að hlusta FM 95 Blö hér á FM 957. Það er Steindi Jón, Egill Einars og Auðun Blöndal með ykkur á sem glæsilega föstudeg. Egill til menna sig komið vor, ekki ég. Sko, sumardagurinn fyrsti er eftir 6 vikur. Það er bara komið sumar. Já, það er bara komið sumar. Páskar eftir 2 vikur. Ég vissi ekki að vera hægt að vera hrættu við tunglið. Selenofóbía, það er hræðsla við tunglið. Djúlega að fyndi. Nei, blöð.
Ég veist ekki, ætla að séu margir sem að séu hætti við tunglið. Það gerir þetta allan þáttinn. Það er að lauma inn þessum helviti sturlum þarna allan þáttinn. Nei, ég fór bara að hugsa. Þú ert alltaf að koma einu og einu. Alltaf að séu margir sem eru hætti við tunglið. Nei, ég veist það, ég held bara. Þú komið 4 núna. Já, þú komið 4. Þú ert að fara endi 10 sturlum þarna áður og hættum. Þá gerður þá slaufuðu þetta ekki. Nei, á maður að gera þetta. Næst þegar við slaufa einhvern dagskvölið hjá mér, á maður þá bara að lauma honum inn, já, allan þáttinn. Herðu, ég var bara að segja ykkur að selenofóbía er hræðslega tungli og mér varst bara eitthvað svo fyndið að það sé að það var hrættu við tungli. Eru þið hrættu við tungli? Nei, alls ekki, við ætlum ekki að tala þetta. Við ætlum ekki að ræða þetta, við vorum bara að ræða þetta. Það er engin hrættu við tungli. Jú, þeir sem eru með selenofóbíu. En það er komið hér að næsta símtali og það er að ringja sem veikan. Steindi Junior ringdi enn einn fyrir í dag og sagði að hann myndi ekki koma í vinnuna því að hann var veikur. Já, einmitt, og hún var ekki það þolinmóð sko. Nei, fyrir ykkur sem aldrei heyrt þennan dagskrárið áður þá ringjum við bara í eitthvað fyrirtæki hér út í bæ, þegjumst þér að vinnar og segjumst þér að veikir og sem ekki að koma inn og það var Steindi Junior sem tók þetta á sig og ef við ekki bara að henda þessu hérna á fyrir hlustendur. Tjekkum á þessu. Ringja sinn veikan. Góðan daginn. Halló. Já, góðan daginn. Er þið lægi með þig? Það er við á línunni. Ég er bara svo sár lasin. Herðu, þetta er Sigurður hérna. Herðu, ég ætlaði bara að hringja mig. Ég kemst ekki á kvöldáttu eftir og væntanlega að lofa helgina sko. Hvar er það? Er ykkur hundur í mig núna maður. Já, þú ert að tala við skiptiborðið. Já. Nákvæmlega. Þannig að þá þurfti kannski að koma því til skila fyrir mig að ég er alveg off sko. Ég er að strepast. Ég lek og allur pakkin í gangi hérna hjá mér. Hvaða stöð er þetta? Þetta er höfðin. Ártúshöfðin? Já. Djöfull er þetta vond maður. Það gefa það sabatak. Nei, heyrðu, ég er búin að bíða þetta eftir að ég reynda að hringja beint upp á höfðan. Ég hef enga tími í þetta, það svarar enginn. Ég þarf bara að fá að vera heima sko. Ég setja 50 kallinn á fónin og smegja mér í pels sko. Ég er að drepast úr kulda. Þú verður bara að ringja aftur. Þú verður að tilkynna þá. Já, ég er búin að reyna að ringja á fullu. Já, ringdu bara aftur. Það svarar enginn. Ég verð bara að fá að fara að maula fjólblá marút og bláa Mariland eða eitthvað. Ég get ekki staðið þessi allan dag sko. Horta Passenger 57 að Murder at 1600 með Snipes eða eitthvað. Prófa að ringja sjálfur bara. Já, ég get ekki, ég er búin að vera að reyna að ringja allan dag og ég náttúrulega er bara alveg að drepast. Ég er að sálast. Bara drepast úr bakflæð og ég mýleg allur og ég er inn í miður Neighbors hérna. Ég er að koma í ljós hvort að Tóti fóði mátt í lappirnar og hvort að Pól fá að selja lasertess eða hvort að ég get ekki verið í símanum í allan dag að býja til Silju eða Gunnar hvort hún svarið ekki sko. Halló. Æ, þú tengdi mig einhvert. Halló. Það var skell á. Hvað er þetta? Þessi var ekki að nenni. Býtu, ringjum aftur. Já, ringi aftur. Já, bara herðu. Taktu núna, bara ennþá fárveikur. Herðu, það er rifnað í okkur. Já. Það veit það ekki. Herðu, það slitnaði eitthvað hjá okkur. Herðu, hvað tengdu mig bara beint? Tjóðan og þreytt á mig maður. Halló. Þú skelltur á. Herðu, þú verður að hringja strax eftir. Reynum að ná henni. Hvaða dónaskap er þetta maður? Kontu hérna, hlöftu hinga í gemsan minn. Hann sjá ekki númeri, kontu hinga. Það er bara beint í hold sko. Halló. Herðu, já, þú verður þá allavega. Hver er þetta? Þú ert að ringja hérna einn? Já, herru, ég er búin að vera að ringja þetta nokkuð sinnum, það slitnar alltaf sambandi, ég var að tala við hana Hatti hérna áðan eða eitthvað. Það verður að skila kannski til hérna Guðmundur, ég get ekki mætt í vinnuna upp á Ártúnshöfði í dag og morgun. Ég er alveg sárlasin, ég er búin að reyna að segja henni það margóft. Ertu að það?
Já, Það er svona öllu grunn slettu. Þetta er bara kötturinn á fónunum mér og Ilmkerti. Cat Stevens. Ég er sárlasinn. Ég er ekki að ljúga því að það er föstudagur. Ég er ekki að því. Þannig að ég verð bara að segja, þið verða að skila þessu bara. Fyrir mér er þetta bara að setjast á þumól og farið þumalinn á mér og farið gegnum safnið, sko. Ég er heim í dag. Ég náði bara ekki nafninu. Guðmundur Birgisson. Guðmundur Birgisson. Og nú ætlum ég að fara að borða fjólubláð marút. Herru, þú skilur þessu kannski? Ég ætla að fara að skoða svartan tópi sem ég var að kaupa með þetta í gær. Blessaður! Blessaður! Shit, maður, djöfullir, þetta eskuleitast hratt, maður. Þetta fór í vitleysu. Næsta lag hann á ferð. Þessi drengir voru á kostum á samt mörgum öðrum í hálfleik á Super Bowl eða ofurskálinni. Já, nákvæmlega. Ofurskálinni, já. Voru bara nokkuð fínir þar. Styttist hér í símtal sem að Egill Einarsson þegar hann skrollaði niður símaskáninu sína og lenti á Aroni Pálmans. Já, mjög skemmtilegt. Pálmansinni sem er að fara að keppa. Hvað var hann ekki í rútunni á leiðin til? Já, það var skemmtilega veit, ég náði honum í rútu og leiðin í einhvern útileik í Slóvakíu eða eitthvað. Og það er mjög þreytt langa rútuferðir og leiðilega, þannig að það var ekkert alveg að nenn að heyri ykkur fyrir. Ég er mjög kvíðinn fyrir þessu næstu viku þegar ég þarf að skrolla. Já, þú ferð næst í þetta. Ég fekk Emil Hallfreðs í síðustu viku. Ég er með alls konar lið í símaskrána minni og ég geti lent á alls konar, þetta verður mjög forvitnilegt. Já, Egill fekk reyndar að hoppa yfir það sem að lendi fyrst á en það er skiljanlegt og við förum ekki meira út í það hér. En það má, þetta þarf að vera eitthvað svona sem að fólk getur tengt við, ekkert endilega eitthvað þekktur en það sem að þú náður að útskýra hver viðkomandi er. Já, ég skil þig. En ég var að spája að henda ykkur einnig lið sem að hefur ekki verið í smá tíma núna, drengir. Já, að ég sá tvo þeirra hér í morgun og hugsaði, herðu, ég hef ekki verið með þetta þeim að ég giftast sofa hjá Drepa. Já, þú meinar. Já, og ég er hér með 3 nöfn, eins og ég segi. Ertu að fara að segja, ertu að fara að nota Helga Björns í þessu? Já, Helgi Björns var hérna í morgun. Ég sá hann í morgun hérna. Já, ég sá líka hérna Björn Jörund. Og ég ákvaði að henda í svona 3 legend, svona 3 söngvarar sem að hafa nú farið landið og gert allt vitlaust. Já, þetta eru söngvarar í nýdönsk Sálnans Jónsmíns og síðan Skein Sól, Helgi Björns, Björn Jörundur og Steppi Hilmas. Já. Hvernig myndið þið tækla, giftast, sofa hjá Drepa þar? Þetta er 3 toppgettir. Þú ert leiðilegur að henda þessu á okkur. Þetta er fantabrað, sko. Það er ekki hægt að drepa einhvern af þessu Við köllum þetta líka að fara út í sveit. Já, hvernig að fara út í sveit? Sko, ég get alveg strax hendi fram hérna að Holy Bee er ekki að fara upp í sveit hjá mér. Þú sendir ekki Holy Bee upp í sveit. Nei. Það skiptir engum máli hver var með honum að það. Já, þá var mamma henn og pappi. Holy Bee er alltaf safe. Já. Þannig að hérna ég er það hjálpaði mér aðeins. Þannig að nú er þetta bara, ég þarf að velja milli tveggja. Það er erfiðast hvernig þú ætlar að senda, sko. Já, best bara enda bara að fara út í sveit. Já, það er best að tækla það bara núna fyrir þig. Þú ætlar aldrei að henda Helga Björns út í sveit, sagði. Nei, við getum bara orðað þannig. Ég ætla að giftast Holy Bee. Ég er búinn að ákveða það. Ég ætla að giftast Helga Björns. Það er fallegt samband. Já, ég og Helgi erum alveg á sömu blaðsíðu og við getum alveg átt góða, kósí kvöldstund. Ég sé það fyrir mig, ég er með rafrettuna upp í sófa. Helgi að poppa og búa til einhverja skemmtilega ídýfur og við varum að fara að horfa á kannski einhverja góða mynd. Ég held að Helgi Björns sé ekki típan sem hann ennir að vera heima með þér að mönns eitthvað og horfa á sjónvarp. Þið verði í útreiðatúrum og já, algjörlega. Ég verði til að fara meira á hestbak. Það er mjög mikil kostur að fara á hestbak með Holy og ef það er einhver púki, einhver hundur í honum, þá náttúrulega getur maður alltaf kíkt út og ég verði til það líka. Þetta væri bara frábært. Það dettur hún alveg inn púki. Já. Þannig að þú myndir giftast Holy Bee. Ég myndi giftast Holy Bee. Ég ætla að hugsa aðeins hitt, ég ætla að henda þessu á því. Ég ætla að hugsa aðeins. Sko, ég leiti alltaf þessi fjárhagslega öryggi á þetta með til þetta eiginmanni, sko. Já, þú ert mikið að vinna með það alltaf, hver á pening þurfa út í þessu leik? Nei, ég vil lega þak yfir höfðinu. Já, en ert þú ekki líka í ágætis vinnu sjálfur og getur sett þak yfir höfðinu? Það er auka, ég er að finna mér eiginmann hann. Veitu eitthvað hvernig, sko, hver á þessum mönnum drullar cash? Það er allir mjög vinsælir. Allir mjög vinsælir, þeir fylla allir skemmtistæði hægri vinstri, mjög vinsælir að böllum, þetta er þannig ekki valið fjárhagslega öryggi hérna. Þeir eru allir toppmálu þar. Þá þarf ég að velja hvað.
Ég get alveg trúið að Stefán Hilmarsson alveg móki Ég hugsa fjárhagslegt öryggi af þessum þreim væri Stefán Hilmarsson sko Ég vil ekki Hann lúkkar eins og sparsamur gæi Já, áðans að vera nískur Já Sko út af því að Assina látandir endur Helgi Björns tóttina Já, ég geti lifað með því En Björn Jörundur Veit ekki með hann heldur Ég held að hann horfið bara ekkert mikið á fótbolta Nei, menn á allast að fara að velja að maka út á okkur djús fótbolta Það spilar alveg Spilar það inn í? Já Hvað er aðeins? Sko Helgi Björns og Björn Jörundur tvö svona partíljón, skilurðu Já Stebbi Hilmars aðeins svona eitthvað rólegri Aðeins, að tætt Já, ég segi það nú ekki Stebba Hilmars Þú ætlar að gifta Stebba Egil Einarsson giftist Stefáni Hilmarsinni og Steindi Junior ætlar að giftast Helga Björns Máli er að, já Hann er Kópavogsbúi líka Stefán Hilmarsson þessi ég að spila líka stort En hverjum ætlar að sofa hjá Steindi? Sko, ég hef mjög gaman að Stebba Hilmar Ég hef hitt hann og hann er með alls konar frasa sem ég mjög gaman Top Cutter, hann er með það Já, hann er með sko, hvað er að frétta refunum, sagði hann við mig Ég sagði, já, það er nú bara gott að frétta þeim og þeir eru topp, já, þetta eru toppkettir Hann var að tala um ykkur og fleiri Þannig að hann notar orðið, sko, hann notar hendur í frasa Hann hendur í toppkettir, refir Og svo hef ég séð hann á Snapchat og þá var hann sko að keyra og hélt á bragðaref Og það var texti sem það var texti inn á snappinu og það stóð refur undir stýri Mjög gott Refur undir stýri Já Þú ert ekkert að þú veist En þú ert, ég þarf svar frá Þú hendur ekkert í svona dýrt snapp Þetta er svo erfitt, blöð að senda ykkur undir sveit Þetta er rosalega erfitt, þetta er allt miklu meistarar, ég ætla að segja, ég giftist Holy Bee Búm, það er komið þar Svo Ég ætla að renna inn í Björn Jörund Stebbi Hilmars út í sveit hjá Agli Nei, ég hef giftist Stebbi Hilmars Já, Holy Bee út í sveit Nei Ég þarf að renna inn í einhver Það er skellur Þetta var að senda Holy Bee í sveit En þú Steindi? Herðu, ég ætla sem sagt að ég ætla að sofa hjá Stefáni Hilmarsinni og ég ætla Björn Jörund þegar ég notaði fullt nafn hjá hann líka Ætlar að senda Björn Jörund upp í sveit Já, Björn sem fyrir sveit í þetta skipti Já, því miður, hann þarf alltaf einhver að fara upp í sveit í þetta skipti er það hann og giftist Hóli Þetta er skellur Hvað myndu þið gera, hlustendur? Það er spurningin Hér eftir smástund, já skemmtilegt símtal í Katalínu í Kópavogi og Aron Pálmarsson líka 957, þar sem við gefum frábæra fermingargjafir í mars. PlayStation 4, Hoverboard frá hover.is, Úr frá 24 Iceland, Spiro Olli Darkside vélmenni að verðmæti 34.990 frá Vodafone og glæsilega Sine & Bensín Vespu frá Nitro að verðmæti 210.000. Skráningi leikinn fer fram á heimasíða fyrir 957. Athugaðu, ef þú ert ekki að fermast, getur þú samt sem áður tekið þátt með að skrá einhvern sem er að fara að fermast. FM 957 og samstagsaðilar óska fermingabönnum til hamingju með áfangan. 100 ára afmæli ASI verður haldið þann 12. mars í Hörpu, Edinborgarhúsinu, Hofi og Egilsbúð. Uppselt er á alla kvöldtónleikana en við minnum á opið hús í Hörpu klukkan 14 á laugardag. Páll Óskar, Úlfur, leiksýning með hundi í óskilum og lúðrasveit verkalýðsins. Afmæliskaka í boði. Komdu og njóttu með okkur í Hörpu klukkan 14 á laugardag. ASI í 100 ár. Það er kringlukast frá fimmtudegi til mánudags. Nýjar og spennandi vörur á 20-50% afslætti. Kringlan af öllu hjarta. Til hamingju. Nú færðu iPhone 6s 16 GB með glæsilegum kaupauka og 6 mánaða gagnamagni á sérstöku fermingartilboði Vodafone. Kynntuður málið á vodafone.is eða í næstu verslun. Vodafone. Við tengjum þig. Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin lokar klukkan 6 á morgun, laugardag, vegna árshátíðar starfsfólks. Sjáumst fyrir klukkan 6 á morgun. IKEA. Það eru 3 skref sem þú getur tekið í átt til aukinnar hollustu. Borðað á lokal, borðað aftur á lokal og komið svo bara eins og oft á lokal og þið langar. Sem ég veit að verður mjög oft. Lokal. Salat hefur aldrei verið svona gott. Í fyrsta sinn á Íslandi. Endalaust tal, endalaust SMS og endalaust gagnamagn í GSM á aðeins 2.990 krónur á mánuði. Lífið þér of stutt til að flækja hlutina. Kynntu þér málið og tryggðu þér áskrift á 365.is. Salat mánaðarins á Fresco er Tex-Mex Margarita. Fresco, fyndu ferskleikan.
Það ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 Blö. Hvað segið þið, elsku bestu vini mínir? Þeir að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957. Það Steindi Djún, Auðun Blöndal og Egill Einars ennþá með ykkur á sem glæsilega föstudag og klukkan strákar hún 20:05. Ja, þetta fljótt að liða maður. Þetta allt of fljótt að liða. Ég væri til í að vera hérna sko til svona 10 kvöld. Já. Ég geti sett, ég ekki að djóka samt, ég geti setið hérna. Herru, ætlum við ekki, við vorum einhvern veginn búin að tala það. Hvað svona fyndið? Ég að lesa þetta svín geta orðið alkoholistar. Æ, þú heldur það ekki. Nú ertu líka að lista bara af blað. Ég fer að setja fótinn niður. Þú gerðir stundlega starrandi fyrir það. Þú ætlar að hætta svo. Þú ætlar búin að lauma í sinn allan þáttinn. Vissuð þetta? Að svín geta orðið alkoholistar? Nei, það vissuð það ekki. Haldið að sé eitthvað svona svín sem í vesinu með áfengi og hinn svínin eru reið og vill ekki byrja með þessu svíni akkur af því hann drekkur svo illa. Ég með hugmynd. Hefur ekki bara hendi sturlaðar staðreyndir? Viltu ekki bara klára þessar 5 punktar sem þú eftir þessu blaði? Nei, en finnstu hvað það ekki skemmtileg pæling? Jú, það er mjög skemmtileg pæling. Svín getur verið alkoholisti. Já, vill ekki byrja með öðru svíni. Akkur eru það hægt saman? Hann er svo erfiður í víni. Hann er alki. Það er bara æðisleg pæling. Þetta er ekkert sturlu staðreynd, þetta er bara eitthvað sem er erfist. Já, rakstu yfir í þetta bara. Heyrðu, strákar, taldu það. Voru við ekki einhvern tímann að tala svín getur orðið alkoholist. Já, anskotin hafa það. Maður kemst ekki svona af út af störðluðum staðrendum. Þetta var ekkert störði, ég bara að lesa þetta. Erum við í störðluðum staðrendum núna? Nei, ég var bara inn á vísi. Ok, hvað eru að fara í? Vísi. Kláraði Steindi, hvað ætlar það? Nei, ég ætla ekki að segja merkilegt. Nú, þú veist, þetta er... Var það merkilegra en að svín getur orðið alkoholist? Já, ok, reyndar er það miklu merkilegra. Ég ætla bara að segja, það væri gaman ef við myndum einhvern tíðan taka, sko, vorum við ekki til að tala um að taka útvarsmarathon, við myndum vera eitthvað Sólarring. Var það ekki eitthvað svoleiðis? Það safnaði verið gott málefni. Já, það var náttúrulega pæling. Við myndum allir vera Hói í gamla góða gengi. Já, það er bara alveg ágætis pæling. En, já, þá veitum við það með svínin. En við ætlum að fara hér í smá símtal. Ég ætlaði að prófa fyrir í dag. Steindi ætlaðum svona að reyna vonda atið. Við vorum í stöðin í klefa og ég ætlaði að hringja á Katalínu og þykjast að vera umbóðsmaður á einhverju bandi og svona spyrja okkur þeir væri ekki örugglega að spila í kvöld og ætlaði að þykjast svona eins og allt ætti að vera á hreinu og svona. Einmitt, og kannski að hljómsveitin myndi vilja, þú veist, kassa grænum eplum og 10 hvít handklæði og það væri eitthvað listi og svona. Menn maður stelpan sem var að vinna á Katalínu þóttist þekkja mig sem einhvern Gylfa. Bara Gylfi, þetta ert þú. Þú varst að taka það. Já, hvað ég að spila hans inn á þá. Við skulum bara heyra þetta símtal hér í Katalínu og sjá bara hvernig ykkur finnst. Tekum hérna á þessu. Hérna er þetta. Kaffi Katalína. Já, daginn. Bjarni Ármanns hér, umbóðsmaður Krummana. Já. Við erum vist á sviði hjá okkur í kvöld, strákarnir mínir, eða ekki? Örugglega. Það ekki. Ég er nú bara svona að hringja og tjekka hvort það sé ekki allt tilbúið fyrir það. Örugglega. Já. Hvernig er aðstæðan baksviðs hjá okkur? Gylfi. Ha? Gylfi. Gylfi? Það er pottþétt Gylfi. Sem er? Ha. Sem er hver? Sem er hver, ég veit ekki. Ha? Nú gæti að tala. Vertu góður, Gylfi. Já, nú náðum við þarna. Ég var samt ekki vissu að það er ha. Nei, þetta er ekki góð. Ég er góður bara. Það er gott. Já, en sjálf. Bara sama. Það er ekki eitthvað að gera. Já, bara búið fínt. Við gerum það hérna í Eldursunu. Já, ok, glæsilegt. Bara mjög fínt. Ég er búin að vera í tómurugli í allan dag, maður. Af hverju? Ég er bara mikið lek. Ha? Já. Hvað er rugli þá? Ég veit ekki, það er bara eitthvað maganum á mér eða eitthvað. Æ. Já, ég var byrjar að kaupa eitthvað svona vape-sígarettur. Nú? Já, og bara búin að vera að leka síðan. Jáhá. Og það er rétt, sko. Frekar? Já, þannig að ég veit ekki hvernig þetta verður hjá mér í dag. Nei. Það er ekki gott. Nei, og svo náttúrulega, ég veit ekki hvort þá sem að hætti með konunni. Ha? Já, það var náttúrulega viðbjör. Og leiðilegt, sko. Mjög. Já. En það, ég veit ekki hvernig það var. Veist þú eitthvað, voru menn eitthvað að bladra um mig, eitthvað, hvernig ég hef verið búin að hafa mér það? Ég hef ekkert heyrt neitt, þetta er bara, ég er bara að heyra núna. Já. Og hún var að heyra eitthvað sögur hvernig ég hef verið búin að vera. Ha? Já. Og trúir hún því bara? Ég veit það ekki, ég skildi ekkert í þessu, sko. Ég hef aldrei heyrt neitt svoleiðis. Nei, er það nokkuð? Vistu það hann að... Ha?
Já, mér finnst Það er ekki bara að tala við hana. Ég reyndi það og hún var að tala að ég var búin að vera ykkur stelpustandi og með tippið á mér út allt og eitthvað og ég bara, Ég skal tala við hana, ég hef aldrei heyrt neitt svona. Nei, ég veit ekki veistu eitthvað hvaðan þetta getur komið, ég skil ekki í þessum maður. Ekki neitt. Nei, þú þekkir mig nú vel. Ég algjörlega, sko, ég var líka, ég er búin að segja þér að ég er búin að heyra eitthvað svona. Já. Ég hef ekki heyrt, sko, minnst það, ég skal alveg hlusta, sko. Já, finnst þér ég búin að vera blautur eða? Ekki neitt. Nei, finnst þetta ógeðslega leiðilegt, sko. Ha? Já, hún rauk bara út og skellti hurðum og... Jafna hún sig ekki bara þessu, hvað ruglar þetta? Hún hrækt á mig. Ok. Hversu stekti það? Tók bara eina töff í fésið á mér. Já, það er ógeðslegt. Já, það varst mér líka og það var eiginlega bara þess að ég var ekkert jafn sári, ég var bara meira reiður, sko. Já, ég skil það. Þetta er ömulegt. Já, þannig að hann er maður mikið legur og hættum ekki konunni. Já, þetta er ekki góðu fyrst dagar. Hvaða helvitis fyllis er þetta? Þetta er leiðilegt en sjálf, ertu ekki góð? Jú. Ekki? Jú. Já, allt er góði hjá þér? Bara rólegt. Já, það er gott að heyra. Ég ætla að halda áfram, ég er komin í jagerinn hérna. Það er ágætt. Já, ég ætla að fá mér að sýta og reyna að slappa bara og leika. Já, bara verðt í bandi. Ég fæ mig jager með þér. Já, gott að heyra. Herðu, Yes. annars heiti ég Auðun en ekki Gylfi. Ok. Og er að vinna hérna í útvarpi með hún Steinda Junior vinnu mínum. Syngur. Við ætlum að ringja hérna og þykjast vera með hljómsveit í hvað. Býttu, hvernig fór þetta? Já, ég var líka fann að heyra þetta er hljómar ekkert alveg eins og Gylfi. Nei, sko. Já, sko, hérna. Þetta er ljótt. Já, ég líka hópur að vera að halda fram, já. Við ætlum náttúrulega að fara, sko, að tala um hljómsveit kvöldsins og við ætlum að fara að bóka hljómsveitur á staðinn og svona. Þetta fór að breytist. En afsakað ólaðið og Gylfi er hvort ég búin að vera að halda fram hjá nýðlegur. Nei, þetta er toppnáki. Helvitis bæ. Já, þetta breytist snögglega. Same, hér með lagið Pillow Talk. Eru þið mikið í því strákar? Eru þið Pillow Talk? Hvað er Pillow Talk nákvæmlega? Það er svona, líkur á kottunum að spella við konuna. Hvað helst að Pillow Talk væri? Verður að tala um kottaðin? Það er aldrei bara kjaftið að maður komið upp í rúmið? Nei, þú veist alveg hvað Pillow Talk er. Svona nettrún og þó sést ekki fullur. Nó, já. Já, það er Pillow Talk. Það er grimmur í Pillow Talki. Já, það er alltaf. Jú, menn mig opna svo á kottanum, ég veist það nú bara lágmark. Já, eru þið trúnó menn? Farið á trúnó? Nei, ég hef aldrei verið eitthvað mikil trúnó. Nei, ég er ekki mikið í. Eftir ekki að tala um svona að króa eitthvað af og vera væl í honum eitthvað, það er allt í regli. Nei, bara, þú veist, opna sig. Það er, mér finnst gott trúnó er vannmetið. Já, það er kannski að því ég er svo lokað, þess vegna er sem ég gaman að vera trúnó, það getur verið það. Já, lokar, ertu ekki að segja hverju viku hérna og sérst að hérna... Já, ég opnaði mig fyrir hlustendum, reyndar. Þetta segja á það nú að stara fólk í sundi, sko. Já, þú er búin að vera að segja alls konar vafa saman hluti. Herru, skiptir ekki máli. Það er komið að næsta atrið og Steindi, þú sagðist um það, er það íslensk slúður eða? Nei, herru, það eru sem sagt augljósar staðreyndir. Já, alveg rétt. Yes! Það finnst mér, eiginlega, ég glemd að kommentera á þetta á Twitter hér í dag. Það finnst mér ógeðslega svona mikið diss að ég með ekki verið með sturlaða staðreyndir, en þú með verið með augljósar. Já, mér fannst nefnilega sko að því að þú ert að salta sturlaðar. Ég er ekkert að salta þér, þið eru það því. Ég vildi halda þér. Það verið að salta þér. Þá fannst mér hérna spurning og ég hendi inn á Twitterum minn á hann. Ég hendi inn á Twitter, verðum augljósar staðreyndir í dag. Rest in peace sturlaðar. Ég er ekki að sjá það, ég ætla að henda eftir ekki fab og það. Já, og það er komin hérna, komin strax með hérna fullt af favorites. Hvað myndir að halda að vera uppáhaldsmaturinn hjá rottum? Hvað myndir að halda að vera? En þú ert að lauma einn sturlaðar enn og aftur. Nei, ég heyri það. Við heyrum það báðir að þú ert að lauma inn. Nei, nú er komið augljósar staðreyndir. Ekki fara að trufla það inn með þessu. Áður að ferði ég, ef þið eruð að giska, hvað heldur þessi uppáhaldsmaturinn hjá rottum? Já, ostur. Nei, egg. Glæsilegt. Flott hjá þér. Það er gott. Ég hefði nefnilega skotið á ost líka. Nú er komið álfur staðreyndum, augljósum. Já, herðu, og getur fyrir mig gert mig greið og sett Mr. Selfridge bettarundi. Já, það er samt smá skellur fyrir þig að Mr. Selfridge bettin var í morgunþættinu hjá Svessa og Ósk. Var hann það? Já, þannig að hann er ekki til lengur en ég fann einhvað hérna á nefndinu, er þetta ekki þetta eða? Að búið að stera þessu? Já, sko, að búið að hraða þetta helming, heyri ég. Veitu hvað, er þetta lagið úr Mr. Selfridge þáttunum? Já. Veitu hvað, er búið að breyta því?
Ég hræðist það ekki. Ég vil bara fá, hvað er þetta langt sem þú fannst? Ég þarf alltaf að íta aftur og aftur, 30 sekundur. Já, það er frábært. Þá ert þú kannski svolítið í því. En getur ekki hækkað í þessu? Ég held sem mjög gaman, ég alltaf að play aftur og aftur. Mér finnst eins og ég segi, mér finnst þetta ósanngjarnt að við séum að fyrir augljósa staðarindin ekki styrlar. En ok, gjör svo vel. En rosalega er þetta hratt lag. Já, til líka svo mikið kjafta þetta hjá þessu. Þetta er mjög mikið tempo í svona. Ég laka mikið til að heyra hvað er í dag. Já, frábært að fyrir en ég er með sem sagt 5 augljósar staðarindir og eina spurningu. Eina augljósa spurningu. Frábært. Og já, á ég ekki bara að byrja? Já, endilega. Ok. Lagið er í gangi? Já, ég heyri svo lítið með headphone-um. Þú er aðtöða hvort það sé ekki fínt í því? Það er bara mjög fínt. Já. Fyrsta augljósa staðarind dagsins. Egill, ert þú ekki spenntur? Ég bara get ekki beðið. Já. Hún hljómar svona. Krabbar eru ekki með kosningarétt. Robert. Þetta segir sig sjálft að þú veist, krabbar eru ekki með kostningar. Nei, það er rétt hér. Já, við vitum það ekki. Við vitum það svo sem ekki. Fannst þetta ekki gott það? Jú, mjög gott. Ég sakna svolítið gamla Mr. Selfridge-Petters. Mér finnst þetta sem verið svo hratt. Þetta er svo hratt en þessi nýi. Hann er bara ekki til, þannig að þú er að lifa með þetta. Já. Þá er komið að augljósi staðarind nummer 2. Hún hljómar svona og þetta er beinist af þér. Nó, frábært. Pabbiðinn hefur sofið hjá mömmuðinni. Já. Það segir sér sjálft, annars var ég ekki til. Oft, hvað þegir þið maður? Næstu, þau eru skilin sko. Já, en þú veist Það er að fara eitthvað út í það En þau sváu saman. Við þurfum að svæfa hundinni líka 98, viltu ekki fara út í það? Vitið að reyta maður. En þú veist, þú ert til og þú ert á móti mér. Það hlýtur að vera. En ég get sagt líka aðra augljósa staðarind. Það eru meiri líkur að pappið þinn að sofa hjá mömmu þinni í gær heldur en minn hjá minni sko. Nei, foreldrar mínir er ekkert í því. Herru, ekki vera að skemma þetta. Þá er þetta ekki láta mig fyrir að hugsa svona. Já, ég þurft að pæli þessu, sem hún sagði. Ekki skemma þetta. Hækkaðu í þessum öfgarhraða Mr. Selfridge-takti hana. Næsta. Þriðja augljósa staðarinn dagsins, hún hljóma svona: Auðun rímar við sauðun. Vá, hvað það er lélegt. Hvað það er lélegt. Herri, getið þið verið með gerfilegri hlátur? Þetta er ekki gerfilegri. Þetta er bara fyndi. Hvað er sauðun? Þetta er augljóst staðarinn. Hvað er sauðun? Auðun rímar við sauðun. Já, hvað er sauðun? Það er bara, þú veist alveg hvað sauðun er. Mástu að kalla það sauðun á Sauðárkróki? Sauðun frá Sauðárkróki. Þetta er hættulegt að vera, þetta getur verið límduði núna. Viltu hættum að kalla það cash og förum í sauðun? Næsta. Fjórða augljósa staðarinn dagsins, hún hljómar svona: Sveppir eru ekki með olboa. Vákvæð, þetta er lélegt maður. Ég man bara núna að þurfa að hætta þessu maður. Þessi var ekkert smá stafurt maður. Þessi var ekkert spes í vikinu. Þetta er alveg rétt. Þetta er rétt. Já, þú serðu svepp út á túnni. Hann er ekki með olboa. Hann er bara, þú veist, þetta er bara stöngur með hatti á. Það er ekki sem hendur að rétt. Það er ekki í gangi með hann. Augljóst. Þú veist, þetta er augljóst. Þetta er augljósa staðreyndir. Við hverju býstu? Ég bara býst akkurat við þessu rugli. Það kom að 5. augljósu staðarinn dagsins. Hún er í miklu uppáldi, hún er mjög skemmtileg. Hún hljómar svona: X-Men eru ekki til í alvörunni. Þetta er bara bíómynd. Hugh Jackman. Já, Hugh Jackman. Hann leikur bara, hann leikur bara Wolverine. Hann er ekkert alvöru úlfur. Nei. Þetta er bara leikari. Augljóstarend, X-Men er ekki til í alvörunni. Þetta segja mér að Wolverine sé ekki, hann er ekki til. Já, þetta er bara leikari, skilur. Og þetta er, X-Men er ekki til í alvörunni. Það er hérna. Er það búin að þá núna? Nei, byrju, ekki vera svona fljótar að kötta á augljósar. Ég er alveg stöður frá 5-6 í viðbót. Já, persónulega. Það er spurning. Ég meina eina augljósa spurningulógin. Leið mér að lóka þessu. Nei, hún er á þig. Ég setur liðin á hann. Já, svo hann er búinn að sjá hana og ég vil horfa í auguna þeirra meðan þú pælir í þessu. Heyrðu, hækkaðu nú í Mr. Selfridge. Það er mjög hátt í honum. Ég er ekkert í honum. Þá komið að augljósi spurningu dagsins. Og þú hljómar svona: Hver er munurinn á Bubba Mortens og hundi?
Hver er munun? Já, það spyrja mig að því. Já, það er endalust. Nei, alls ekki. Það er ekki endalust. Jú. Nei, þú átt að vera fljótur að leysa. Já, ok, Bubbi er manneskja, en hundur er dýr. Það er nú að skipta þér. Ég er ekki að leita því. Ég er að leita eftir öðru. Já, ef ég ætti að skjóta hverju út að leita, þá var það örugglega að Bubbi Mortens er sköllóttur en ekki hundur. Þetta er skota mig í leiðinni. Nei, það er ekki rétt. Ég er ekki að leita því. Hver er munurinn? Þetta er gískað aðeins lengur. Hættu þessu finnur bulli, þú maður. Leggja þess meira fram með Á Bubbi Mortens á konu og börn, ekki hundur. Já, ég er ekki að leita því. Nei. Bubbi Mortens, hann spilar á gítar. Jesus, hvað er lélegt. Vá, herru, þetta voru augljósu starrandi dagsins. 957 ætlar að skella sér í sólina á sandinn á Mallorca 10. til 17. mæ og þú getur komið með sól, sumar, sandur, jetski, pubquiz, karaoke, skoðunarferðir og allt það sem þér dettur í hug á samt glæsilegu Íslendingapartíi á einum stærsta skemmtistað Mallorca BSM Magaluf. Farðu strax inn á úrvalútsýn.is og pantaðu þína ferð. Fyrir 150.000 krónur er allt innifalið. Já, ég sagði allt innifalið. Yes! Flug, gisting, matur og drykkir og gjörsanlega allt að viðlistir í heila viku á Mallorca. Hætt að pyrra þig yfir slittu og súld og startaðu sumrinu með FM 957 og úrvalútsýn á Mallorca í mæ. Hefurðu prófað I Love sturtusápinnar? Geggjaður ilmur. I Love. Flottar vörur á flottu verði. Þú munt elska I Love. Enski barinn kynnir. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Það er Kringlukast frá fimmtudegi til mánudags. Nýjar og spennandi vörur á 20 til 50% afslætti. Kringlan af öllu hjarta. Skráðu þann gamla og leitað af nýjum. Höfðabílar.is. Fermingadagar í Elko. Mikið úrval af fermingagjöfum. Elko, einfallega lægra verð. Kíktu í heimsókn. Við lofum að koma þér í rétta stöðu fyrir helgina. Joe and the Juice, Kringlunni, Smáralind og World Class laugum. Samfum kynir Gods of Egypt. Egypt must never be destroyed by chaos. Stórfengla mynd með Gerard Butler, Jeffrey Rush og Nikolai Coster-Waldau úr Game of Thrones í aðalhlutverkum. Ein allra flottasta ævintýramynd ársins, Gods of Egypt. Komin í Sambíu. Ég heiti Sunna og búi í Norður-Noregi. Ég hef sérstaklega náðargáfu sem ég erfði frá ömmu minni. Já, þið megi alveg kalla mig Nord. Ég hef hjálpað fólki með ótrúlegustu hluti. Að hætta að hrjóta, sleppa við stöðumælasektir, auk þess sem ég hef tamið gæludýr, einkum kanínur sem voru haldnar illum öndum. En núna er verkefni stærra. Ég ætla að nýta mér alla yfirnáttúrulega kraftana mína, töfraseiði hennar ömmu og vættirnar í náttúrunni til að særa fram vinningstölurnar í Eurojackpot á föstudaginn. Ég var næsti Evrópumestari. Norska Nordin Sunna notar töfraseiði til að velja tölurnar. Verður hún næsti Evrópumestari í heppni eða þú? Potturinn stefnir í 7 milljarða. Eurojackpot, Evrópukeppnin í heppni. Alla föstudaga. Jójó ís með Oreo-keksi. Jójó ís, Nýbílavegi og Egilsgötu. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Syngur Rudimental hér í þessum þætti FM 95 Blö. En það er komin tími á skrolla niður símaskrána og það er Egill Einarsson sem að fær það núna, vekk það núna og þú lendir á Aroni Pálmasinni, handboltamanni. Já, og við vorum búin að setja fyrir reglu að því að þegar við vorum að taka batunum með nokkar að þá var hann svona feimin að spjalla konumálin. Vildi ekki ræða það? Nei, vildi helst ekkert vera að ræða það og þannig að þú fékkst það verkefnið þegar þú lendir á honum og ringdir í hann úr Gemsanum að ræða við hann hvernig þau gengju en máttir ekki vera dónalegur. Já, og þú veist, aðalega því að tala við hann um kvennamál og svona, þá kannski á Skype og svona, ég hef ekki verið að ringja og tala við hann um kvennamál og svona. Sko, eins og í næstu viku, ef ég þarf að gera þetta, ákveðið þið topic áður en ég skrolla. Já,
Alveg eins og ég gerði Egil í dag En ég basically var að spyrja bara hvernig kynlífið sé búið að vera hjá honum Já, þú máttir ekki vera dónalegur Nei, ég segi bara kynlíf Ég má segja það er ekki dónalega Nei, það er ekki dónalega að segja kynlíf, veit ég Það má segja kynlíf Ég má segja það Ég segi ekki rennin og slakin og þetta Nei, það má alls ekki Þú varst að því Halló Hvað segirðu kannið? Þessar Hvernig ertu? Ég hef verið betri Nú? Já, ég að leiðinni skýta útilegina 7 tíma að byrstu í rútu Já, er ég að ná þér í rútu? Já Ég held að væri bara heima til sófa Gera ekkert eins og allir þínir dagar eru Já, því lög er ekki svo gott núna Ég þarf að hangja ykkur rútu en núna 6 tíma og til að eitthvað Það er að lifa frá Slóvakíu á morgun. Hvernig skrokkur næsta dagana? Skrokkurinn er mjög góður, það er ekki mikið álag á mér, þannig að ég er bara hrikalega ferskur sko. Þú ert bara í chillinan í Hungary. Já, ég veit að það er ekki fullt mikið chill. En og kynlífið? Og hvað? Kynlífið? Þessa dagana? Kynlífið þessa dagana er alveg ljómandi bara. Er það ekki? Jú, það er ekkert af því. Mikið álag, eða? Nei, ég get ekki sagt það er. Ég er aðeins að, já eins og þú veist, ég er nú búinn að vera að taka mig á núna eitthvað mataræða æfingum og svona, þannig að það er ekkert tími fyrir það. Já, ég er náttúrulega búinn að vera aðstofið aðeins þar. Já. Yngur ákveðlega í mataræðinu. En og það er hvað, útileikur á morgun, eða? Já, útileikur við eitthvað lið kann ekki bæra fram einu svona á Slóvakíu, það er ekkert aðeinslegt. Það er ekkert kynlíf í kvöld þá? Nei, það verður eitthvað lítið kynlíf í kvöld í Slóvakíu, það er ekki margar þar. Nei, hvernig, en þú veist, það er nú ekkert aðeins að hendi kynlíf með Aroni, þú veist hvað við? Nei, ég meina, það er eitthvað vinnurögla, ég meina, daginn fyrir leik, hvað er á móti því að þessu hóteli kvöldu og bara hendi í smá kynlíf þar? Ég er ekkert á móti því, ég bara, hvað meinar þú? Ég er ekkert að pæli því hvort ég sé fara stund að kynlíf í kvöld í Slóvakíu, hvað? Nei, ég meina, þú deitt upp á hótelherbergi í einhverju chili? Já, ég þekki bara enga stelpu þarna í Slóvakíu, þú veist, þetta er bara eitthvað leikur, ég fer hérna og borða kvöldmat og fyrir að sofa með herbergisfélag mínum við öknum spila leikinn og förum heim. Já, ég meina, en strax eftir leik, ef það gengur vel og... Já, þá við keyrum heim strax eftir leik. Hvað, ég taka bara einhverja Slóvakíu með mér upp í rútu? Nei, ég er bara velta þessu fyrir mér. Ég meina, hvernig þú bara klára leikinn og myndir laumin einu kynlífssessjóni bara með sjálfuður eitthvað staðar, inn í klefa eða eitthvað. Það var áhengjur yfir að kynlífni á mig, hvað er aðeins? Ég bara, það er ekkert að því og þú veist, ég er ekki svona rosalega desperate að þurfa að vera ríðandi alla daga, sko, hvað er málið? Ég er ekkert að panika yfir þessu, ég bara, þú veist, út af því að mataræði ganga vel, æfingarna vel og kynlíf er líka bara stór partur að, sko, andlegri heilsu og þú ert einnata mikið og ég bara ágjör að þessu, ég var að hugsa um þetta í morgun. Já, þú þarf ekkert að hugsa eitthvað um þetta, sko, ég er bara, það er góð. En svona ef við tökum bara meðaldala, kannski síðustu 2-3 mánuð, hvað erum við að tala um kynlíf oft í viku? Því alveg að ringja til þess að spyrja hvað ég er að stunda oft kynlíf og hvort að, hvað er að því? Ég bara, þetta er bara basic spjall með tvekja félaga. Finnst þér þetta basic? Hvenær hefur áður ringt í mig og spurt mig kynlífi hjá mér? Hef ég ekki verið í því, eða? Ég hef oft spurt eitthvað hvað er að gerast í stelpunum og... Ef þú ringir, þá ert að spyrja, tjekka á mig hvort ég klári veka sem að þú beilar bæðið alltaf á eða þá, þú veist, hvernig líka minn eða hvað er, eða hvernig ég sé að koma næst til Íslands, hvað, þú veist, þú ert ekkert að spyrja út í helst kynlífi, hvað er það? Já, ég veit bara með áhyggjur af fjarlæði mínum. Akkur hefur áhyggjur af mér allt í núna? Nei, bara, þannig að það er allt kynlífið er í toppstandi. Kynlífið er í toppstandi og hvað, þú veist, ég nenni sig ekki, sko. Það var gott kynlíf og allt bara í toppstandi? Kynlíf í toppstandi og líka minn líka og það er útileikur á morgun og er eitthvað fleira? Þetta er bara,
Ætlaði bara að hlera það, gamli. Já. Nei. Þannig að heyrðu Rikki G hlæja í bakgrunni. Hvað, ég veit ekki hvað, en sagður honum aldrei að þetta væri F95 blöð? Nei, ég hringdi bara í Hvað er það bara? Já, hann skellti sem bara á. Það varst ekki að segja honum að þú hefði verið beðin að hringja og vera hann skellti bara á. Ég náði ekki að segja það við hann, sko. Ég held hann að hann fann að gruna í lokin. Já, lítur á grunum í lokin að hann fættur ekki að, sko. Nei, hendur honum inn að SMS. Já, ég ræði við hann og Skype-un eftir. Já, en það komið að lokum hér hjá okkur í FM 95 blöð. Búin að fara hér yfir víðan völl. Ég þarf að bruna, ég er að fara að keppa á fjölmiðlamótinu í fótbolta. Þannig ég þarf að renna beint í það. Já, þetta búið að vera skemmtilegt að vera hérna með ykkur í dag. Þetta búið að vera hrikalega gaman. Og samkvæmt könnun í Norður-Kóreu og þá eru íbúar í Norður-Kóreu næst hamingjusamasta þjóð heims á eftir Kína. Ekki koma með svona í lokin. Ekki koma með eina laum í lokin. Þeim er sagt að segja það örugglega. Nei, já. Sturlu staðrind samt. Það var saman það að hætta en þú komst með 6-7 í dag samt. Takk kærlega fyrir hlustun í dag. Eigi góða helgi, elsku hlustendur. Steindi, Egill, takk fyrir daginn. Takk svo leiðis. Við verðum mættir hér aftur næsta föstudag og vonandi í sama gír og í dag. Ég ætla að enda þetta á lagi sem að kemur mér í gírinn. Vonandi kemur það ykkur í gírinn. Þeir sem eru að fara skemmt ykkur, gangi hægt gleðina dyr í kvöld. Takk fyrir okkur. Mánaðarins í IKEA er ekta grísasnitsel með rauðkáli, grænum baunum, kartöflum og rjómasósu á aðeins 995 krónur. Það er Kringlukast frá fimmtudegi til mánudags. Nýjar og spennandi vörur á 20-50% afslætti. Kringlan af öllu hjarta. Nýju snirtivörurnar okkar eru svo að slá í gegn. Komið og kíkja á úrvalið í Unique, Kringlunni og unique.is. Hinn eina sanna spjallháttadrottning Ellen er mætt á Stöð 2. Alls ekki missa af Ellen. Stöð 2, margfalt skemmtilegri. Það er milt þvottaefni sem færir þér Ellen á Stöð 2. Frábær fermingatilboð fyrir fólk sem stækkar og stækkar. Nature's Rest heilsurum 120x2 verð aðeins 69.900 krónur og Shape heilsukotti fylgir frítt með. Dúnmjúk tvennutilboð, dúnkotti og vöndu dúnsæng á aðeins 19.800. Dorma, láttu drauminn rætast. FM 95 blöð á FM 957.